Það held ég, kæru hlustendur, klukkan orðin 4 og meira þess að mínútu betur. FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan síðasta dag nóvember mánaðar, 30. í dag, þar að koma desember. Ég fagna því, jólabarni sjálft að sé að koma desember, þvílík veisla. Við sjáum líka hversu dimmt orðið úti, klukkan bara 4 og já, það bara verið að fara að kveikja á ljósastörunum. FM 95 Blöð komið í gang og ekki alveg fullt line-up í dag. Ég í sætinu á 17 sem að koma heim í nótt eftir tökur á atvinnumönnunum okkar, en á móti mér sitja menn sem eru vanir að sitja í sínum sætum. Annars vegar á móti mér situr nýjasti rithöfundurinn í bænum, Steinþór Hróar Steinþórsson. Hvernig ertu? Ég fyllandi góður og þróandi fínn í dag. Hvernig að vera orðin best-selling author? Ég finn að ég að verða svolítið betri með mig. Það ekki? Jó, ég þarf svolítið aftur að koma bara niður á jörðina og svona verða ég sjálfur aftur. Já. Ég finn það, þetta er að stíga mig til höfus. En þú veist það, Steinþór, ef þið langar í ráðleggingar frá manni sem er margfaldur metsölurithöfundur. Þú ert fyrsti maður sem ég talaði. Ég hef ekki verið einu svona top 5. Nei, tvisvar. Já, þannig að ef þú langar í Akkur er ekki að pikka í mig og fá tips. Málega, þú ert alltaf að gefa mig tips. Já, þú ert alltaf reglulega. Þú ringt í mig reglulega og gefa mig tips. Já, ég er að gefa þér tips. Það er svolítið svoleiðis. Má ég spyrja, Steinþór, hvernig gengur svona salan á bókinu svona til þess að byrja með? Hún gengur mjög vel og er bara að dritast út. Hún er alltaf nýkomin. Þannig að þetta er rauninni núna bara svona fyrsta alvöru helgin sem hún er í sölu. Og fyrir fólk sem elskar að hitta fræga, ertu áriðtekstar helgina? Herru, ég er að árita helgina. Það er bara, Richard, djöfull ertu, þú ert svo góður, út skík, ángrís. Hvernig er þetta að árita? Ég er að árita í Hagkaup á morgun, klukkan 3, laugardaginn klukkan 3 og sunnudaginn í Kringlunni, og í Smáralind á sunnudaginn klukkan 3:30. Þetta er Kringlun á morgun, klukkan 3. Já. Smáralind hvenær? 3:30. Á morgun? Á sunnudaginn. Það verður semst ekki kaupstæðlikt að þér þá? Nei, málega, ég er smá þunnu núna. Ég er að spá að vera í Smáralind klukkan 3:30 á sunnudaginn. Já, kottum. Ég ætla að allir sem er að hlusta núti, allir þessi leiðilegu úlingar sem mæta og hanga yfir þeir í áriðunni, ég veit fá alla þá til að mæta og standa yfir Steinþóri og svona pikki öxlun á hann og spurja spurninga hvernig var að gera þetta og hvernig. Við höfum fengið svoleiðis fólk. Málega það er mjög, málega þegar þú ert að árita bók þá er ekkert gaman heldur að sitja og fólk að labba fram í og einn og einn að kíkja. Ég var alveg til í að fá bara einhverju úlingar til að hanga þetta með mér Þannig að ég er bara auglýs eftir. Situr ekki einn, það er góða bótur. Situr ekki einn. En já, ég er árita morgun og sundan. Ég er þunnur, það var nefnilega útgáfapartí í gær. Ykkur að sárt saknast það var. Já, ég þurfti því mér að vinna. Menn þurfa að vinna í þessu líf. Já, ég veit það. Egil, hver af þín ásökun? Þú deila minn uppáhalds fyllibitta, Steinþór. Já, takk fyrir það. Top 3 minn uppáhalds fyllibitta. Er þetta hrós? Já, ég meina. Og top 3 minn uppáhalds fyllibitta. Þú var svöllur í gær. En samt mættur í dag í Work. Ég var að fagna bókinu, þetta fær maður sér nokkra bjóra. Málega er, ég var í Work í gær. Þannig að ég mætti útgáfapartí á Aron og þið er ekki vinir í dag, þið er í samkeppni. Ég gerir mig geim fyrir Nei. Þeir eru báðir að selja bók. Ég leið Steinþór, þú voru að setja þið svolítið í stellingar þegar ég var að selja bækunar, ástæða fyrir alltaf að vara top 5. Það er mjög einfald ástæða því að ég leit á allar aðra bækur sem competition. Nú ert þú að tala, nei, Aron, við erum ekki því keppið. Alls ekki. Girtu þig, Steinþór, þeir eru í samkeppni, þú og Aron. Þannig að Aron er óvinnur hans. Þeir eru að keppa með að selja bækur. Við erum með allt þessi bækur. Það skiptir eitthvað máli. Hann er með fótboltabók og ég er með grínbók. Já, en þú kaupir mína á hlæja. En hann getur selt bókina sína. En 15 úlingur getur fengið Árásbókin snafur á þína. Nei, 15 úlingur. Þú verður að setja því í competition mode. Þú veist að þetta byrja 2 gjafir En þegar ég núna segi, þegar þú fer inn í rithöfundasambandið, Steinþór, ætla þú að halda svona ásatíð rithöfundasambandsins? Fyrst þegar þú komið 2 ángað. Málega það, ég var að hitta fellow rithöfund í dag og var aðeins að hanga með honum. Það er Dóri DNA. Þú gleymir alltaf að taka hann inn í dæmið. Er hann í grúpunni? Hann er í rithöfundasambandinu, já. Já, byrju, nú ætla ég að opna þessu grúpu. Ég er, málega, ég á einn ela inni í grúpunni, það er Tókið Þráins. Já, annars er þetta ekki. Það er 243 members. Já. Ég ætla að segja mig það að Dóri DNA sé inni og hann lækar aldrei póstana mína. En ég er ekki viss ég er ekki viss að sé þarna inni. Hversu mikið sack of shit er hann? Hann er bara Hvað heitir hann á Facebook? Er hann á Facebook? Já, hann er með leini account, ég segir hann eftir. Er hann með leini account? Og hvað er hann? Ég segir það bara eftir. En fólk vil fá að vita, hvernig ert þú annars í dag? Ég hef aldrei betri. Ég er svo nýr. Ertu komin í jólaskap? Það er nóvember, fárveika, jólabann.
Herru, ég sá mynd af jólatrénu. Ég vil setja Ríkard í meðferð. Mín persónulega skoðun er þá að leggja hann inn. Við jólafíkn? Nei, bara hver skreitir í nóvember nema að segja eitthvað aður, ángríns. Ég sett upp jólatréð í fyrradag í fyrradag. Ok, útskýrðu fyrir mér, Rikki, eins og þessi 6 ára. Hvað er aður? Bara, ég elska jólin og ég vil lengja jólatímabilið og lengja svona biðin að jólum. Það er svona skreitt í jólatréð í fyrradag og það er allt klárt hjá mér, ég er búin að skreita allt fyrir jólin. Hefur þú haldið jól? Já, ég held jól. Hvaða koncept, síðast áttu að vinna með Asist koncept. Hvað er konceptið í ár? Það eru glæra seríur svo sé ekki hægt að setja út á það. Ég tók rauðu seríurna mína sem ég kefti dýrum dómum í fyrra og ég hendi það. En ertu þá alveg hættur að vinna með Asist? Alveg, alfarið. Ok Er ekki skreitir enginn í november? Þú veist, ég er ekki Það er fullt af fólki sem skreitir í november. Það gerir það enginn. Jú, fullt af fólki. Ef ég kem í heimsóttiðin í kvöld þar ég að horfa eitthvað fucking jólatrí hann inni. Já, og bara jólalög og bara Það er november! Það er bara falleg stemming. Ertu að vinna með hvítt jólatrí? Nei, ég er að vinna með grænt jólatrí en það er svona snjókorn á því. Er það ekta? Ég er með svona, nei, gerfi. Spreyja það á það svona úr Það er svona eins og þetta sé jólasnjór á því. Vá, svo líka metnaður. Ertu að baka kökur á því? Eins og jólasnjór á því. Já. Ertu að búti pipakökuhús breyt, ekkert með krakkana nýtt? Jú, krakkin fær að vera með en ég ger ekki pipakökuhús. Það er íslenski Griswold. En eins og þið heyri kæra Griswold nema 30 kg þyngri og lágvaxnari. Það er basically það. Það er veisla framöndan fyrir ykkur í dag og við ætlum bara að byrja þessa veislu og eftir smá stund þá byrjum við að sjálfsögja góðu slúðri. Held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, eins og áður sagði þá er komin 30. november, þar að koma desember. Wow. Já. Þetta er að gerast, Rikki, jólabat. Já, ég er nefnilega mjög ánægð með þetta. Ég er mjög ánægður að jólun sem koma. Þetta er skemmtilegast tíminn á árinu. Ok, útskýra það fyrir mér. Sko, ég er ekki reynulegur. Nei. Ég er ekki reynulegur party pooper. Hvað er skemmtilegt við þessi ógeðslegu jól? Og má ég segja hvað mér veist, hvað ég hugsa jólalög, leiðileg 90% með leiðileg, 99% með leiðileg umferðin, leiðileg stressið í öllum, leiðilegt miljón jólaboð, leiðileg veist, í hófi fín en jólaboð eftir jólaboð eftir jólaboð eftir jólaboð eftir jólaboð getur gett maður gráharðan. Hvað er skemmtilegt við þessi jól? You sack of man poop. Hvað, á maður að svara þessu? Ég spurði spurningu. Já, eins og við heyrum þá er eiginlega mikill kostur fyrir kvennfólki þarna úti. Já, þetta er náttúrulega mest í Grinch ég veit allar konur elskar jólabörn. Málið það, þú ert Thippin Griswold og hann er Grinch. Þeir eru báðir einhvern veginn öfga í ykkar áttir. Þú skulum ekki gleyma, hann er að tala um jólalög. Hann hefur gert jólalag. Kallar hann Thippin Griswold? Já, þú kallar það. Þú byrjar á því. You sack of man poop. Ég er bara að reyna að skilja hvað er svo frábært tíma, Richard. Seldu mér þetta. Sell me this pen. Hvað er frábært þessi jól? Ég ætla ekki að reyna það því að það er ekki hægt að eiga við þig. Er ekki bara og segðu hvað þið er frábært þetta? Þú ert getið á þig gat og ert frí. Egil, þú ert ógreifn. Og ég segi bara, ef það var ekki jól, bara að setja þetta í einhvern annan mánuð, sem bara apríl. Það eru jólaljósin. Ok, mars, og þú getur getið á þig gat og verið frí og þú myndir elska það mánuð. Ertu að segja þessi latur Thippin Griswold? Þetta tengist ekki jólunum að Rikka. Hann getur bara getið á sig gat og verið frí. Segðu bara, Richard, er það sem elskar jólin, já eða nei? Nei. Ok, ákveð svo reiður? Nei, ég er ekki reiður. Við ætlum að fara í slúður. Við ætlum að byrja á Leonardo DiCaprio. Wow. Herrið, eins og flesti vita þá var Leonardo DiCaprio stattur á Parc des Princes núna á dögunum þegar PSG Liverpool með yfirvaraskegg, derhúfu og sólgleru. Það er einhver að segja Leo að þú veist fólk fattar alltaf þegar þú ert í stúkunni. Já, hann var einmitt tekinni viðtal eftir leikinn og hann var spurður áttarð á því að þá búið að spotta þig og hann sagði nei, hann hélt að hann hefði komist þarna ósíður inn. Það var heimskar nei hélt sko. En þá tek ég, er hann ekki bara frekar að ljúga? Mátaði það, ef þú vilt verið félum. Það vita allir hvað Jim Carrey, nei fyrir ekki sko, já, þú hugsa um Jim Carrey sagði eins og sög, hann fór í bíó. Hann fór í bíó með yfirvaraskegg og derhúfu. Og held hann kæmist upp með það. Þetta er einn besta saga sem Carrey hefur sagt. Ég held bara að geta farið í bíó með almennings með yfirvaraskegg og derhúfu. Það tók 3 sekúndur allar salin að standa upp og horfa á hann sko og hlaupa til hans. Veist, Leo veit alveg að fer á svona leik PSG Liverpool, hann er spottar, hann er ekki að retard. Hann var samt með sko
risastór sólgleru með hatt. Ekki sett á þau gleru og hatt, ég þekki þið ekki það. Ekkert allir samt. Jú, 100%. Ég meina málega það, þetta bara heitt klassiska gerfi. Það eru sólgleru, derhúa og yfirveraskegg. En málega það, ef þú sérð einhvern svona, þá þetta náttúrulega bara maður í dulagerfi. Það enginn með, það mjög fáir með að rokka sólgleru, derhúa og yfirveraskegg. En þú ætlaði að spyrja þess, ok, Leo, hann með budget. Ég myndi segja að það var mjög gott budget. Til dæmis þegar Eiríkur Johnson, greatest footballer who ever played football, mætti einu sinni í þjóðtíð Eyjum. Hann gjörbreytti sér, þannig að sko móður hans hefði ekki þekkt hann. Og það tók hann eitthvað 2 tíma, álveru gerfi. Ef að Leo vill ekki eitthvað þekkja hann, það var óþekkjanlegur. Þetta tala þegar Eiður fór? Já, Eiður og Sveppi gerði þetta. Já, sko Eiður var óþekkjanlegur. Þarna var hann alltaf sko, veist, bara hann endi ekki að vera trublaður og eitthvað vesinni. Hann gjörbreytti sér. Þeir gjörbreyttu sér, fóru á þjóðatíð, tóku bara sunnudaginn og þeir voru á flugvellinum 7 morguninn, búin að djamma alla nóttina, bara sólarhringin. Þá var gerfi farið svona, þá var skeggi farið að hanga á Eið og bara gerfi farið að svona leka af og það var einn náungi sem spottaði hann bara, hei, Eiður, og hann farin upp í flugvél og heim. Annars fekk hann frí alla helgina. Þannig að ég veldi af hverju getur Leo, vill ekki vera spottaður. Já, ég mætti með sólgleru, ég held að enginn myndi fatta þetta. Hann ekki svona heimskur sko. Mætti með álur gerfi. Góð punktur, næsti móli af The Rock eða Dwayne The Rock Johnson. Eins og flesti vita þá hann að undirbúa sig fyrir hlutverki í nýjustu Fast and the Furious myndinni. Nú með hvað þessi mynd? 9? Já, alla geggjaður. Fast 9. Þetta ekki að verða þreytt konceptið? Ok, útskrifa þetta fyrir mér. Stonefucker. Ef að þú getur búið til koncept sem rakar alltaf inn $1 billion. Alltaf yfir $1 billion. Já, ég skil það alveg. Akkur þetta hætta þið? Nei, ég skil það alveg. Og er alla geðvíkar? Já, þú veist, ég skil alveg að það skilur ekki neitt, það er alveg heimskur. Ég skil að það eru mainstream. Þú veist, það ekkert eðlilega vinsalar. En þetta svo mikið prump og drast. Sástu síðustu myndið það? Þetta svo mikið drast. Horfður á Fast 8 eða? Nei, málega það þarf ekkert að segja mikið mynd sem endar á sko, þetta 2 staða tölustæður 10. Fast and the Furious 10. Að sko margar á þessum myndum að fá yfir 8 í einhvern og MDB og góða gagnið á kvikmyndagagnum. Þetta ekki bara ég trúi því ekki. Já, þau flettu þessu bara upp. Það engin mynd sem númer 9 sem fær góða gagnið. Það næsta mynd í rauninni sem sagt. Þetta bara það bara frábæra dóma. Þetta er all reaction. Mólið minni samt sá að hann semst búin að vera á fullu að æfa fyrir myndina. En byrju, var ekki eitthvað bíf? Vin Diesel og Rock? Nei, alls ekki, þeir elska hvort annan. Nei, það var bíf milli The Rock og gæðin sem var í Tokyo Drift. Já, hvað heitir leikar? Það var sérst málega það var gæði sem er búin að leikja í öllum myndunum. Hann voru ósáttu við það að The Rock ætla að taka upp Hobbs Specialty myndina með Jason Statham. Það var það ekki Tyrese Gibson? Var það ekki? Jú, rétt. Tyrese Gibson hann veður ekki mikið í verkefnum. Hann var reiður yfir því að tökun að fresta ár því að The Rock sagði, ég þarf að taka mynd með Jason Statham að það frest tökum ár og það ekki brjála að gera á Tyrese sko, hann fór og lasi yfir The Rock á samskiptamilum. Já. En ekki lesi yfir The Rock á samskiptamilum því að hann er basically kongurinn þar sko. En pointið er það að hann er að undirbúa sig fyrir hlutverkið og pointið það, Steindi drullaði Fast and the Furious. Já, sko, ég gæti þetta. Nú Keflavík, Selfoss er farið á hliðina. En málega það, ég gæti alveg þurft að geta það dóni mig. Ég hef ekki séð hana. Ég er bara, sko þegar Fast and Furious kemur í bíó, ég er fremstur í hörðunni. Ég veit allt ég hrindi fólki. Ég veit það. En það er pointið, hann var búin að æfa eða mikið fyrir hlutverkið. Hann var búin að skera svo mikið niður þannig að þjálfarinn hans í rauninni skipa honum að fá sér 18 tómi pítsu til þess að bæta smá kjöti á þetta. Já, þetta pumpa sig upp fyrir tökunar. Pældi því að maður verið það góður að það er þið sagt við ef að Egill myndi ekkert maður sögumir, ekki, þú verður eiginlega hendi í áttum som pítsu, sko, þú ert eiginlega orðin of köttaður, sko. Já, með þetta færi tökur daginn eftir, þetta er bara trikk til að virka massaðar en það þetta er bara mjög einfalt, út flatur, ekki kolvetni vöðu. Ég hef aldrei séð jafn stóra pítsu, hann tók hana einn. Hann er líka 125 kíló skal. Hann getur nokkrar pítsur einn. Ég sé hann posta þessu. Herðu, og lokamólin, Macaulay Culkin, eins og flesti vita. Þetta er eitthvað bestu slúðumóli sem ég hef fengið, Richard. Segðu mér að The Bolden Brothers síður har þetta fullkomið. Þetta er síðasti mólin, en það er Culkin. Hann var tekinni viðtal núna á dögunum, þá var verið að spyrja út í jólin af því að Home Alone myndirnar að sjálfsög jólamyndir og hann sagði það blákalt að það myndi engin jólamynd
á meðan að hann myndi lifa sem myndi toppa Home Alone 1 og Home Alone 2. Það er bara hárrétt hjá honum. Það er hárrétt. En ekki, ok, er ég að synga Out of my ass? Er ekki Macaulay Culkin að gera Home Alone eitthvað, 4 eða 5 eða hvernig það? Það eru komnar. Hann er 35 ára sko. Nei, 9. Hann er 35 ára gammal. Hvað ætlar hann að vera afinn í myndinu? Hvað ætlar hann að vera einn heima? Er hann ekki að gera 9? Einn heima 35 ára. Hvað er hann bara að þróa sér allar myndina? Er hann ekki að gera 9 með Home Alone? Ég hef ekki heyrt að það kom með að comeback sem bara pappin eða eitthvað. Ég hef allavega ekki heyrt það. Er hann að fara að leika pappan? Þá er hann ekki einn heima. Við gæti að dreymta. Hvers konar mynd væri það? Eitthvað pappi sem er einn heima? Ef ímynda eitthvað satt, ok, a box office hit, Macaulay Culkin kom með comeback í Home Alone sem annarkot bróðir að pappi. Ég sé fyrir með monster hit. Hvað væri hann að gera einn heima? Bara bjóða strákunum heima að taka ég og hann er bara kom. Hvernig væri Home Alone ef hann er að leika pappan? Ég skil ekki hvernig mynd það gæti verið. En ef hann er bara aumingi í þessari mynd og rífa sig í gang. Þetta var slúðupakki dagsins og eftir smástund hendum við okkur í myndir fyrir cash. Bacon quesadilla boxmáltíð er fljótleg, fersk og gómsæt leið til að seðja hungrið. Bacon quesadilla, nachos með ostasósu, gos og bleikar fylltar Apollo-reimar á 1699 krónur. Taco Bell. Ertu alltaf að vinna, kemst ekki frá til að kaupa pre-workout. Það er engin afsökun! Farðu á fitnessport.is og pantaðu og senduðu pakkan í kvelli. Fitnessport, fyrir fólk eins og þig. Ilmandi jólastemning alla helgina. Jólaþorpið í Hafnarfirði. 25% afsláttur af öllum jólaserjum og öllu jólaskrauti. Rúmfallalæðurinn aðeins ódýrari. Gott fólk drekkur góðan bjór. 20 handverksbjórar á krana. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Á morgun laugardag, 1. desember, verður líf og fjör í verslunum Makk í Kringlunni og Smáralind. Undanfarin ár hefur Makk styrkt HVF samtök allan heim með sölu á Vívaglan varalitnum. Í tilefni dagsins ætlar Makk að slá öll met í sölu á Vívaglan varalitum og hvetjum við alla til að koma við og styrkja gott málefni og gefa gjöf sem gefur. Allir sem að kaupa Vívaglan varalit á morgun komast í pott og geta unnið veglega vinninga frá Makk. Við hlökkum til að sjá ykkur. Glansandi, glitrandi, glæsileg jól. Smáralind. Stamkid. Warner Brothers kynna Creed 2. Mögnu mynd með þeim Sylvester Stallone og Michael B. Jordan. Mynd sem þú mátt ekki missa af í bíó. My son will break your boy. Creed 2 komin í bíó. Opið til klukkan 9 alla daga í Smáralind og Jóðarhúsi. XO, líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Gefðu Levi's í jólagjöf. Hjálpaðu fólki að taka skref í rétta átt. Skráningafrestur í fótaaðgerðafræði Keilis er til 3. desember. Keilir.net. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Hlustaðu hvar sem er í símanum. Í FM appinu. FM 957. Þið eru að hlusta á FM 957. Egil Erensson, Ríkar Óskar Gunnarsson, Steinþór Róa með ykkur hér í dag þessum glæsilega föstudegi. Það er dimmt úti og klukkan er 4. Það er ekki eðlilegt, en allir eru léttir hér. Það er komin helgargýr. Það er maður komin bara eitthvað smá vor í punginu þessari helgi sko. Já, ég segi nú ekki vor í punginu. Klukkan er 16:26 og það er dimmt. Já, þetta, vistu það. Maður bara vill fara undir feld þegar heimir og lætur svona. Á ég að segja ykkur sturlaða staðrend. Það heldur áfram að dimma þar til 21. desember. Frábært. Frábært staðrend, Richard. Akkur eigum við ekki bara heim byrjum dorm. Það er eins og að koma að því að fara í hvort mynd. Nei, ekki hvort myndur frekar. Myndur fyrir cash. Wow. Yes, hvað séu það? Richard. Ég ætla að segja það. Pældi, við náðum ekki að fara í nokkara liði síðasta fösta. Það var það mikið að gera. Það er rétt, við erum álið það. Þú ert yfirleitt mjög brenglaður þegar kemur að myndur fyrir cash. Ég ætla að segja að þetta sé svona þokkaleðilegt í dag. Maður er hræddur við þetta. Þau eru ekki að vera hræddir við þetta. Erum við að fara að spila trailerin, finnst það blöðpúpur úti eða?
Já. Það væri frábært Richard út af menn of many Já, ég skal gefa það smá Takk Já Þú ert ekki Auburn Cash Blonde Nei, ég Richard Cash Þú ert Ricky Rich Já, Richie Rich Ricky Ríki Já, mann Með einhverju þykkustu skúfu og peningu sem ég hef henni síðan Herðu, já, við ætlum að henda okkur í myndir fyrir Cass og ég ætla bara að byrja, þetta eru að sjálfsögðu 3 spurningar og fyrsta spurningin er mjög einföld. Fyrir 150.000 krónur á mánuði í 1 ár myndið þið hætta að drekka áfengi í 1 ár? Við fyrir 150 skall á mánuði? Já, í beinhörðum peningum. Já. Það þarf að vera alveg off, ekki einu svonni raukt Ekki eitt rauðvinsglas. Nei. En getið díla við þig 1 og 1 raukt með steikinni en ég skal offa flöskuborið með þér til 6 morgun á hverjum stað. Ég er að offa áfengi þau er bara komplett. Alveg. Ert þú orðin grimmur á flöskuborinu? Það með, Eftir þú feisti bimman og það? Nei, ekki kongurinn. Segðu alveg satt. Herru, Steindi, ég er ekki í Las Vegas að flaska með upp í sundleik, sko. Málega, síðan helgi var mjög erfið í mínu lífi. Ég var á jólahlaðborið Föslau. Ég veit að þú tókst við þessu. Og fyrir að vera nýraður og vera á jólahlaðborið Föslau, ég hreyfði mikið á sunnudinum. Ég lá upp í sofa, ég haggaðist í. Flaskaður upp báðdagana. Gott ég að gera. Ég var í jólahlaðborið báða dag. Ég á 2 fyllibittu vinahópa. Og bara var þannig að annað fyllibittuhópurinn, Fös, hinn, Lau. What are the odds? Og þegar vanlega er þetta dreift kannski með 2-3 fyrirvara. Og ég tók skellin. En ég var með Richie Rich á Fös. Mæti með hann á skemmtistað. Svo ég kem inn og segir Richie með Hergis, ég var að köpa 3 flöskur. Allt klart. Segir ekki. Hann sagði það. Rikki Ríki. Herðu, hérna ég þarf að svara. Ég er ekki ljúan en ég bara segja hann búin að græða 3 flöskur. Myndið þú Egill fyrir 150.000 krónur á mánuði hætt að drekka áfengi ár? Það þýðir edru Tomorrowland, edru þjóðatíð. Edru Tomorrowland, það er alveg skellur sko. Má ég taka epilu á Tomorrowland? Hvað er ekki í lagi með þig? Ég er ekki að ræða þetta bara? Jú, en bara ekki segja þetta í útvarpi, Egill. Hvað er að þér? Ég meina sko, hann er að spyrja ég var að biðja áfengi. Ég veit að það er svona smartis hann. Ég var að biðja áfengi. Sko, málega það er ekki lagi með þig. Ég er að grína, skýtt ekki þig. Málega það væri nú helviti gott ef Egill myndi mæta edru á Tomorrowland. Þá þyrfti maður ekki að vera að sjá hann í blackouti á Instagraminu. Mjög góð punktur. Í viku. Málega samt. Málega er, ok, tíminn er rosalega fljótur að líða. Sko, veist, áður við veitum af er komið, veist, þessi 12 mánuði búnir. Ég kom 1,8 reikningin frá mennum henni Richards. Þannig að þetta er fínt tilbúð. Þetta er fínt bónus. Ég ætla að taka skellin. Ég verð bara leiðileika henni ár. Thank you Richard, I'll take it. Málega, ég er náttúrulega vaknaði smá þunnur og rikaður. I'll take it sko. Ég er bara lítill lími núna sko. Þú tekur það. Númer 2, fyrir 20 milljónir króna í eingreiðslu og í umslagi. Kemur þið í umslag? Já, ekkert mál. Svona í stórt umslag? Stórt umslag, 20 milljónir króna í eingreiðslu. Myndið, hlustaðu. Þú átt eftir að heyra þetta. Ég er ekki viss um að takir þetta. 20 kúlur í sangveri. Ég bara sé 20 í umslag. Myndið þið fara í franskan koss við móður ykkar í 10 sekundur? Má ég segja við Ester, þetta er 10 og 10. Þetta er 10 sekundar skellur. Mér er alveg sama hvað þú segir við hana. Þú ert að fara í franskan koss við henni í 10 sekundur. Málega sko, það fyrsta sem ég eftir að höra mamma reiki sko Capri rauðar. Þú veipar sko. Það er allt annað. Þetta er fransku koss í 10 sekundur og lengi að líða sko. Pælum að sé þessu. Hvað gerir slæmt? Þú kissir móðið þína í 10 sekundur. Já, ég veit. Þú kissir móðið þína. Kiss, þetta er ekki að þetta er sleikur. Er það slæmt að kissa móðið sína? Negativ, það er fínt. Það er ekki það. Í 10 sekundur. Ég veit að það er weird að hafa tungu þarna. Ég veit ekki það er weird. Ég kvitt undir það. En finnst þér? En þetta sjá tímakaupið, Richard, að fá 20 kúlur fyrir 10 sekundar vinnu. Hvað færðu svo í slaun? Spurningin er á hvaða kostnað Björki Tór geta lögur með þessu launstundum sko. Mögulega er Björki Tór með þessu laun. Minn besti vinur sko. Ok, ég held að vera að fara að segja um mig. Ég held að vera að fara að segja um mig að það var eitthvað að mér. En þið eru actually að pæla í þessu. Já sko, málega er, þetta er bara svo fín uppahöður. Ég er hrósa, þú erum betri í þessu leik. Þetta er fín uppahöður. Þetta er helviti fín uppahöður. Ég segi, ég tekur það 10 sekundur og ég ætla að splitta þessum Ester og við skellum okkur erlendis í frí. Steinþór, please, segðu nei. Málega það sko, myndir þið bara að horfa í augun á Ester, beint eftir þetta? Steinþór, út að kissa mömmu þina.
Já, þú ert ekki að kissa hann eins og kissa Hún er búin að þó liminað með þvottabókar sko. Herðu, Steinþór, ég þarf að svars. Ég er bara að segja, erum bara að ræða málulega. Nýlega? Ég veit það ekki. Þú veistu það ekki? Hvað minnur, þú veistu það ef hún var að því? Ég er að spyrja þig. Hvað? Að mamma hafi verið að þvó með nýlega limin og þvottabókar? Herðu, Steinþór, ég þarf að svars. Hvað heldur ég að bara Við þurfum ekki að ræða þetta. Þvó mér í fyrra bara. Vantalega bara þegar maður krakki. Herðu, ég hendi já í þetta. Ég ætli báður að taka þetta. Það er helviti góð upphæð. Rikki, hver tekur þetta ekki 10 sekundar Ég myndi ekki taka þetta. 20 kúlur? Rikki, myndir að leifa pappa eða maður þó á því limin með skítur þvottapoka fyrir 20 miljónum? Nei, þriðja og síðasta fyrir 1 milljón á mánuði næstu 5 árin. 1 milljón á mánuði næstu 5 árin. Þetta er geggjað díl. Hvað þarf að gera? Myndið þið hætta að fara í baði eða sturtu? Í 5 ár? 5 ár. Sko, en það er 1 milljón á mánuði sem kemur á reikningin. En átt á reynu, áðan varstu með 10 sekundur svo að það gera eitthvað og þú lykta vel og fallur og þú var 20 miljónir. Þarna farið 12 miljónir ári og þú ert ógeðslegur. Getur ekki hitt, þú getur sett spray undir handakrikana. Já, frábært. Sko, ég held að lyktin af þessari manneski sem myndi gera þetta væri ógeðsleg. Bara ógeðsleg. Þetta er basically út að kúplað út í 5 ár það sem hittir engan, bara heimahjöður bara gamers, Steinþór og Sverrir Bergman og eftir það fer alltaf meðal almennings. Þetta eru 12 miljónur ári í 5 ár. Það væri skítafíla alls Lítið frá að fara í jailið í 5 ár en farið miljónar á mánuði. Þá er þetta kannski ekki svo slæmt. Það er okkur. Já, ég meina þú fer í sturtu þar. En þú ert að fá þetta útborgað. Þetta er ekki fyrir skatt. Þetta er bara betur á reikningi. Já, þú veist það. Þú ert allir í þessum black money maður. Já, við séum skúffinar Richard. Herðu, hérna takkið þetta ekki. Sko Ég hugsa að ég geti ekki tekið þetta Sko, Ríkard, ég er professional bodybuilder ég lyfti játnum okkur einsta deg, ég gerði með þér bara síðast fyrir ykkur 5-6 tím. Ég þarf að fara í sturtu það er bara ég held að sé ég held að þú getur ángríns ekki sagt neina upphæðana og mun taka þig og það ógeðslegt og þú ert líka svona próteinkall þannig að þú myndir það veri rosalega skítafílaði Steinþór, já að nei. Já, það er ekki algjör svona maður fær slæmar hæðir á öllu þessu prótein. Maður fær slæmar hæðir og geta fokkin drast þess að þú gera það. 95 blöð á FM 957 í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Á FM 957 hér á föstudegi, það er 30. nóvember í dag og við strákarnir í glimrandi gýr. Steindi, ég hendi þér í lið sem við fórum í síðustu viku líka. Já. Það er óþægilega könnunin. Já, og ég eini gallin núna ekki er að sem var erfiðast við þessa könnun sem við gerum í dag var að þú varst ekki búin að skrifa hann alltaf. Þú hendir á mig bara einhverjum 2 eða 3 spurningum. Ég basically var leikstjóri, bara go with it. Já, sko basically, ég horfði bara á þig. Þú varst bara basically að gefa mér einhver merki að halda áfram. Ég vissi ekkert hvað ég átti að tala um. Ég var basically að segja við just go with the flow. Þetta var kapasarkönnun hjá okkur. Já, það með að Steinþór, ég ætla ekki að vera að tefja þetta neitt meira. Við hendum þér í óþægilegu könnununa. Ég mæli með að þið Íslendingar sem eru með stilt inn á okkur núna hafið stilt áfram yfir þessa könnun. Því að ég er með kviðverki persónulega núna eftir þessa könnun á þann. Ég held ég hafi ekki hlegið svona mikið í mörg ár og ég ætla að halla bara til stóluna og ég ætla aftur að fá an ab workout. Við getum orðað þannig að hún gekk ekki upp þessu könnun á sama tíma hún gekk alls ekki upp. Nei, en góð er hún. Skulum henda þess að stað. Halló Viktor. Já. Sæll og blessaður, Þráinn hitti ég. Mætti ég taka örstutta könnun sem tekur í cirka 20 sekundur? Já. Æðislegt. Herðu, það er að fyrsta, er alltaf að vera tilbúið fyrir jólin? Nei. Það er bara hreinskilið svar. Já, það er bara gott. Þetta eru svona, ég ferum í það völl í þessum spurningum. Hefur þú einhvern tíma verið hleraður eða hlerað einhvern sjálfur? Ekki svo ég veit því, nei. Nei. Og ekki þá eitthvað svona sem tengist kannski svo samlífi, vera hleraður í samlífi eða svoleiðis, svo í partí eða eitthvað á okkur hótelherbyggja eða svoleiðis? Nei. Já. Ok. Það sjá. Viktor. Já. Stefnir þú á jólajafl?
Stefnir þú á að færa einhverjum jólajafl? Jafl? Hvað er það? Jólajafl? Já. Jólajafl? Já. Stefnir á að færa einhverjum jólajafl? Nei, hvað er jólajafl? Hefur einhvern tímann upplifað það að einhver sé að fara að koma og banka upp á hjá þér og síðan hefur ræst úr því og þú ferð til dyra og þiggur jólajafl? Já, jólajafl. Hvað er jólajafl? Jólajafl? Já. Ertu að spyrja hvað það er? Já. Jólajafl eru munnmök? Já. Nei. Nei? Segðu bara nei þar. Já, bara nei þar. Þetta er að klára að sjá okkur. En hefur einhvern tímann upplifað það að vera í bíó á hryllingsmynd og í atriði sem er með hækkandi tónlist og er að undirbúa þig fyrir það að bregða og rétt áður en atriðið dettur inn þá jaflaru sessinu? Þá hvað segir þú, jaflar á? Þá jaflaru sessinutin? Viktor? Takk æðislega fyrir að bjarga prófatíðinu hjá mér. Hvað segir þau? Ég sagði takk æðislega fyrir að bjarga liðlegri prófatíð hjá mér. Viktor, þetta er steindið það. Já, ég fattaði það. Við erum að gera þetta smá. Við erum að gera síma þetta án þess að vera með handrit. Við erum svolítið bara. Það er svolítið vesen þegar könnunin verður svona löng þá það var að búa til eitthvað kjartlæg. Jesus Christ, man. Ég elsku vinir þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi June, Egill Einars og Rikki G með ykkur á sem geggjaða föstudegi 30. nóv. Heldur betur. Komin jól, nánast kortir í þau og Rikki er að tjúlast í því. Já, og það er að koma desember. Það er uppáhaldsmánuðurinn minn á öllu árinu. Það er desember. Ég er fín með henni í þessu, Rikki. Ég elska bara, ég vil fá hvíta sósu bara, ég vil maka mér út í hennar maður og bara vera hangandi íkæði í einhverjum sköngum og sjá einhver jólaljós og ég er þarna sko. En Steindi, það er eitt sem mig kvíðir hans. Næsti liður, spurt og svarað. Já. Egill. Byrju, þessi liður Ég held að þessi liður væri búinn. Ég held að hann væri hættur þessi liður. Jú, hann er hættur. En þú veist, það blöð sagði mig að nú er þetta hætt og gargaði á minni daginn og eftir það var það svo hætt. En ég er búin að hafa mikið spurningum út af þegar koma jól og svona. Og við erum með jólarikka sem er eitthvað veikasta jólabatt sem við Íslendingar eigum. Hann skreytti í september. Og þannig að, ég er með 2 spurningar og það gætu verið á okkur báða. Eitthvað sem segir mig samt að báðar sé á mig. Byrjaðu þetta bara. Það er ekki hugmyndum það, Richard. Byrjaðu þetta bara. Já, er ein á mig og ein á hann? Já. Það er ekkert ein og þig, Steinþór. Það er yfirlt þannig. Já, ok. Ok, byrjum. Sælvöðingi. Mín spurning er á Ríkard. Já, sjokkar. Núna fegst þú, Ríkard, að vera með vöðingjanum sjálfum á Tenerife í 11 nætur. Hvern þurftir þú að jafla til að komast í þá veislu? Guðminn góður. Er þetta spurningina? Veitu hvað heitir gaurinn sem er sendið? Hlöðver? Þannig að spyrja mig akkur ég fekk að vera með á Tenerife. Ég er að lesa e-mail, Richard, og hann er að spurja þig. Hvernig komst þú í þessa veislu með vöðingjanum í 11 nætur á Tenerife?
Þú lætur þetta lítið út eins og ég hef verið bara með Leonardo DiCaprio eða Tom Cruise bara á Tenerife. Ég læt ekki reynd út, þetta er Hlöðver sendið þetta meina. Já, með enga þjálfarinn Agli Einarsinni á Tenerife. Hlöðver sendið þetta, Richard, svaraði spurningunni bara. Já, þú þurftir að svara Hlöðver, hvernig kom þetta til samt? Já, Egill Einarsson sendi Ef við ekki bara að stytta þess hérna veturinn og ef við ekki bara skella okkur til Tenerife félagarnir í lok oktober og fá okkur strawberry daiquiri og bara njóta lífsins. Það var ekki flókið, sko. Já, Hlöðver, þú ert búin að fá svarið við þessari spurningu. Góð. En nú er ég með aðra. Þessi er aðeins lengri. Þannig að þið verður að þolimóður. Á Steinþór, væntanlega. Ég ætla líka að beða þér ykkar, nú út á tökkunum. Þú takka óður. Þú takka óður og þú ert kolvetna óður. Þannig að ég ætla að beða ekki snertan að taka út af því. Já, þessi spurningar á mig. Nei, ég er með einn sko máli. Málið er bara, hún er ekki endur á þig. En málið er út af því að ég er með þá reglu. Mér finnst að menninni sem er fólkið sem er senda okkur e-mail eiga að fá svar. Þannig að þú ítir á takkan þá fær fólk ekki svar. Kapís? Kapís? Akkur segir þau bara ekki skilur þau? Út af því ég er hálfur ítali. Hann er bara að spyrja hvort þú væri til í að sleppa í takkan. Gott með spurninguna. Sæll kæri vöðvamikli vöðvingi. Rosalega að fylgjast með skroknum aður undan það. Ertu eitthvað að stækka? Þú ert svo veikur. Þetta er ógeðslega. Ég er að lesa e-mail, ég er veikur. Út af svo gangandi listaverk. Ættir eiginlega heim á safni. Nei. En ég er því miður ekki með gleðipost. Ég er brjálaður og að skrifa brjálaður með stórustöðum. Ég er fyrir viku síðan að skreita íbúðuna heima hjá mér. Hérna á Fáskursfirði. Ég er mjög hrifinn af kleinurhingjaröslinu. Ég er mikill Rikka G-maður. Steindi þegið. Akkur er þetta að hlæja þessu? Ég er ekkert að hlæja þessu sko. Ég er að hlæja allt öðru. Ég var að lesa einn eitt annað. Ríkard er náttúrulega búin að vera bladrand út allan bara eigum að skreita hjá sér meðan nóvember. Mér fannst það sérstakt. Nema hvað ég er mikill Rikka G-maður og hlusta og geri það. Nema hvað ég ákveða að herma nákvæmlega eftir skreitingunum hans Ríkards frá síðustu jólum 2017. Veit hvert er að fara? Nema hvað ég set hérna heima í makindum mínum í leysibónum og hlusta á jólalög, stoltur á íbúðinu og dagsverkinu. Ég er nýbúin að halla mér aftur í leysibónum með eitt rauðvinsglas þegar með döð bræður, en þá fer svartur harður bolti í kennum gluggan heima hjá mér. Fyrsta sem ég hugsaði var, já, ekkur er helvitis krakka orma væri á þessu, nema það kemur reykur á boltan. Já, 10 sekundar seinna er ég við það að missa sjónina inni og byrja að hósta og kasta mér á gólfið gargandinn, sé út undan mér útidyrahurðin að fara af hjörunum og hóp af grímuklættum mönnum hlaupandi inn. Ég öskra, hvað er í gangi hérna? Og þá er öskrað á mig tilbaka, grjóthalt þú kjafti. Það er svo haldið af mér í handjátnum út, ég spriklandi, grenjandi og gargandi því ég náttúrulega sá ekkert út af þessum reyk og sveið svakalega. Daginn eftir að hafa jafnað mig fer ég í yfirherslu með blóðþrútin augu og þá segir lögreglan mig hálf skömmustulega, já þeir held að ég veri rekandi þarna asískan tóttkól. Jæja, þetta var spurt og svarað í dag og þökkum Gilsarinn og Kjalla verið tjúmill eftir rugglæð. Hvað er að þér? Hvað er að þér? Án gríns, Egil. Hver er spurningin? Egil, án gríns. Ok, nú er ég ekki, þetta er í fyrsta skipti. Nú ætlum ég bara að vera alvarlegur. Hvað er svona að? Má ég heyra spurninguna? Hvað er að? Hver er spurningin? Hvað gengur að manninu? Ég verða að heyra spurninguna. Þetta er bara maður í vesinir ekki. Nei, þegir þú aðeins stundi. Nú ætlum ég bara að spyrja hann, Egil, hvað gengur að? Að spyrja hann svo? Sko, hann kallar sig Fáskursjón. Hvað segir? Hann segir hverja Fáskursjón og heima Fáskursfirði. Hann kallar sig Fáskursjón. Síðan segir hann, getur þú spurt vöðvingi, kleinurhringjarauslið á mótið er hvað honum gangi eiginlega til? Er það svona sem hann hugsaður aðdóndu sína og hver á að gera við gluggan og hurðina? Ætla kleinurhringjarauslið að gera það? Mér finnst þú frábær vöðvingi, en Ríkard, hann er dauður fyrir mér. Kveðja, Fáskursjón. Herðu, þetta var spurt og svarað í allra síðasta skiptið í FM 95 Bló. Ég lofa því. Ég svara, ég er að fara að tala við hann núna, sko. Nú er blússandi góðæri á eldsmiðjunni og við bjóðum allar pítsur á matseðli á 10 ára gömlu verði. Gildir í sal og þegar sótt er.
Eldsmiðjan. Disney kynnir nýjasta meistarverksið. Ralf rústar internetinu. Stórkostleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Sýnd með íslensku og ensku tali. Ég hættur. Tryggðu þér miða. Ralf rústar internetinu. Komin í bíó. Náttúran kallar eftir meiri tillitssemi og færri blautþurrkum. Klósettið ekki ruslafata. Veitur. Tíminn líður hægt í desember og öllum finnst langt til jóla. En það styttra til milljóla. Þann 22. desember drögum við í milljóla-leiknum. 22 heppnir áskrifendur og spilarar sem kaupa 10 raðir eða meira í Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot. Fá heila milljón hver. Vertu með! Nánar á lotto.is. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot. Vatn, malt, humlar, ger. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Allt fyrir glæsileg jól. Smáralind. Ódýr blekhylki og tónerar. Blekhylki.is. Annarri hæð Smáralind. Varmadælur, hagkvæmur kostur til upphitunar. Fyrir norðlægar slóðir. Verð frá aðeins 155.000. Kælitækni. Pizza. Pizza, pizza, pizza. Black Box Borgatúni. Remington hefur framleitt gæða, skegg og hárvörur í rúm 80 ár. Remington, merki sem þú getur treyst. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Bítið í borginni, beint í æð. FM 957. Það held ég þið að hlusta á FM 957. Jésús. Klukkan 5 og það dimmt. Það því ég ekki heima á Benidorm, því ég heima því miður á Íslandi. Það staðan. Þetta svo, ég dyrka útvarps-Egil. Ég var að hlusta á Heiður Östmann og Jóhanna Geirdal og sko þegar Rikki var sjúandi geirvörstu, þá var ég að hlusta á FM. Þú átt að því ég er búin á það lengi að hlusta á FM. Þú veist, Rikki var Japan og Sand. Þá var ég hlustu FM. Og Paldi, hann yfir með minni dag. Þegar Rikki var að geta kattaskít í hvað segir það um vöðvingjan? Hvað ég ekki yfir með hérna? Allavega ég er búin að mastera Svala, Heiður Austmann, Jóhanna Geirdal, innkomin. Heyrðu, Svali kannski svona fullkomin fyrirmynd fyrir þig. Svali kóngurinn heim á tíðinni. Já, þú veist, hann enda á Spáni, þú vilt enda þar. Bara vaknar fyrir morgumat, það sé japp, fyrir á ströndina, slakar á, þessi bjór. Perfect life. Færar hann einhverjum japplega? Sagði ég það? Mér heyrðist þú að segja, hann vaknar, þessi morgun færir já, ég meina, hann bara, hann vaknar. Veðrið á tenni eins allt árið. Horfðu út úr gluggan, Steinþór. Já, ég með þér í þessu. Þetta er eina vesins það að gluggi, Richard. Og ég hrósaði þessu stúdíói þegar fórum inni að þegar það var sunshine, ég var að fatta það núna, það er ekki alveg skemmtilegt að glugga þegar það er dimmt. Þetta hefur kost og galla, við vorum ofljótir að hrósa þessu. Riki, maður kom með 1 punkt. Hvað? Það er í síðasta þætti, niðurlæður sjálfaði og fjölskyldunina og vinnufélaga þegar þú ákvæmst að spila jólalagi FN 9 Blöð. Nei, ég gerði það ekki. Ég fekk hate mail. Það sendi fólk mér á Twitter. Stýrið þú fættinu með það? Nei, ég bara segja, fólk sendi mér á Twitter ég bara látaði vita bæðingi, ég stilti af ykkur út af því að það kom jólalag. Ég fekk þetta líka Riki, sko. Já, en það er búið að græða það. En má ég segja eitt, Richard? Má ég fá steralag á eftir út af því að þú niðurlaði sjálfaði og fjölskyldunina? Nei, ég gaf þér að síðast, það var hræðilegt. Nei, það var ekki hræðilegt, það var geggjað, það var Timmy, Trumpet. Hversu hart steralag er það? Hræðilegt. Má ég fá steralag út af því að þú niðurlaði sjálfaði og fjölskyldunina og vinnufélaga í síðustu viku með að spila jólalag? Má ég það, Richard? Nei. Ok, ég með nýjan til. Segð bara, Steinþór, ef þú tekið það, Ríksin er nei við öllu sem stingur upp á. Hann er mjög erfiður, sko. Ef ég set, ok, ég fæ tvitt, ok, bara, nú ætlum ég að vera að virkja þjóðina. Ef ég set tvitt núna, þess að ég segi við þjóðina að ég fæ 200 like á tvitt, þá fæ ég steralag og ég lofa að setja harðasta steralag í sögu FM 957. Fólk hefur aldrei heyrt þetta nema á Thomsen kl. 09:00 á sunnudagsmorgni. Mér finnst það mjög sanngjarnt. Ef ég fæ 200 like, hvað fyrir langan tíma? Ég meina, klukkan ef ég næ 200 lækum fyrir 6 þá fæ ég að spila. Þannig að það fyrir 50 mínútur. Skal gefa það. Þú ætla að gefa mig það? Já. Ég ætla að skrifa þetta enna. Herðu, á meðan ætlum við að fara í hvort myndir frekar. Það er komið á því. Já. Og ég fæ að stýra því í dag. Ok. Og þetta er bara svona svipa á myndir fyrir cash. Þetta eru 3 spurningar.
Ég að skrifa þetta Twitter, slaka á. Ég get ekki hlusta á þig og skrifa at the same time. Ertu brenglaður í dag í þessu? Nei, Richard? þetta ekki semi-hardcore eða neitt annað. Þetta bara eins og myndir fyrir Kjæs var mjög eðlilegt á það ekki. Þetta ekki hardcore. Komið á Twitter, come on. Nú þarf ég íslensku þjóðina. Twitter, keiri like og ég lofa harðasta stuðlagi in the history of radio. Ég skal gefa þið fyrsta like. Herðu, það er gott að hafa power like. Like for Steinþóri power like. Ég að tala við loftið þetta? Riki, ég að reyna að útskýra. Ég er að biðja þjóðin að fá aðstoð svo ég geti spyrja stera. Já, ok, flott, glæsilegt. Förum í hvort myndir frekar. Það eru 3 spurningar. Þetta verður ekki vesen. Það eru komið 4 retweets og 100 likes. Nei, ég var að 1 og enter 27 sekúndum. Það veitum sko málega það er komið 5 retweets og 100 likes 111 likes. Já, ok, nefnum að setja síma frá þau Steinþór. 6 retweets Ég er að keira þetta stjörlega og 130 likes 9 retweets og 150 nefnum að setja síma frá þau Steinþór. Við getum klárað þetta basically af því að hann er komið núna í 11 retweets og já 190 likes. Já, ok. 15 retweets og 200 likes. Þetta tók 20 sekundur. Þannig að það verður power. Það verður hardcore. Ég er með lag sem að sko það verður enginn heyrt nema hann hafi verið á Thomsen þegar það var opið klukkan 0 og ef að Rikki mér inn á slökku á þessu lagi. Steindó, ég notaði UFC hæfileika þína að halda overweight Richard frá tökkun. Ég skal svæfa hann inn á gólfinu ef að reynir að gera eitthvað í þessu. Herðu, við skulum henda okkur í hvort myndir frekar. Fyrsta spurning. Hvort myndir frekar að upptaka myndi leka í fjölmiðla af þér, vera hrauna yfir bestu vini þín og samstarfsmenn í FM 95 blöð eða minka 25 cm. Ég lesi við Stoney og Blondell. Já, sko það myndi leka. Ég meina, hvað væri maður að segja? Það væri þreyttulegir hrauna yfir það. Maður væri að drulla. Já, væri ég að segja eins og til dæmis bara að Öddi væri sack of shit. Nei, það er bara lítið. Þú er basically að segja að það væri bara ónýtjungur og það myndi ekki. Ég myndi aldrei segja það Auðun Blöndal. Bara þú væri að hrauna yfir hann og steinda. En þú veist, maður væri alveg að segja að það væri mjög líklegt að hann væri með njálg og allt þetta. En ég kall tildulega vel við þessa drengi sko. Já, ef það myndi leka þér að þú væri gjörsanlega, þú væri bara eitthvað ósattur og þú myndir hrauna yfir það og þessi upptaka myndi leka þér á netið. Hvað er að gerast á Twitter? Eða minka 25 cm. Ég setti tweet inn fyrir 2 mínútum og ok, nú þetta segir þetta ekki eitthvað sko að það eru fleiri teknós á Íslandi en vöðvingina. Ég komið með núna, maður update ég var að segja, það komið núna 340 like og 33 retweet. Þetta er komið. Nei, þetta er bara mest að ég aldrei séð hann Þetta er eitt besta ratio sem ég sé. Þú varst niðurlaður, Richard. Þjóðin var að setja jólasokk upp í munnin á þér. Getið þið svarað? Ég ætla að segja nei, ég nenni ekki hvað Ríkard Ætlar að minka 25 cm. Hvað verð ég þá? 1.95? Nei, þú verður svona 1.61. Hvað er ég núna? Þú ert ekki núna svona 1.79? Nei, 1.85. Ég er 1.80 og kannski 3.4 eftir ég hvernig nýja vaknaður eða svona fara að líða á daginn. Ok, segjum 1.83. Tökum 25 cm að því. Ef að starffræðingar Richard getur reiknað það fyrir mig? Já, ertu svona Ég get ekki reiknað það sko, ég er ertu svona 1.58. Erum við að giska bara á þetta? Er ég svo Danny DeVito? Sko málega ég er 1.79 sko. Ég get ekki mist 25 cm. Það með ótlar hraunir við gilsaðan og 1.58 þá er ég orðið svo Danny DeVito. Því miður. Það með að þið ætlaði að hrauna yfir blöð og Sko Steinþór, getur þú tekið gaggrín eða? Já. Nei, ég er ekki að tala gaggrín, ég er að tala hraun. Já, ég meina ef ég segi þetta piece of shit og þú heyrir það, þú ert ekki til fílu þá. Nei. I'll take it. Þetta halda sentimentum Málið það, ég myndi fyrirgefa þessum trúðum á núleitni. Ég tek drullið. Hvort myndir þau frekar aldrei þvo þér hárið aftur eða verða vegan út lífið? Sko málið það aldrei þvo þér hárið. Við höfum ekkert á móti vegan. Nei, að sjálfsögðu ekki. En ég veit bara ástæðan ég er að segja þetta af því að þið elski steik. Ok, þannig að þú getur aldrei fengið steik aftur. Aldrei? Hamborgari, pepperoni Þetta er veganborgari? Já, sjálfsögðu. En þið getur aldrei bara nautalend aftur. Á ég að segja það reitt? Ég var eins og bent á það að þú gæti þvoð of oft á þér hárið og það væri ekki gott að þvoða of oft. En bara aldrei aftur út lífið. Sko það verður því að út alltaf með sápun í hárinu hvern einasta dag. Alltaf með sápu. Það er ekki nóg gott. Occasionally er sápa í lagi. Þannig að Richard
Færðu þér ekki alltaf með sápu? Ekki gera alltaf, ekki þú alltaf hára með sápu. Nefnum, viltu enda skollutur svo blöða? Viltu læra það? Viltu enda skollutur? Já eða nei? Maður missir ekki hára þegar þú sem hára með sápu. Ég að segja þér núna, ekki þú alltaf með sápu. Hvernig þá? Stundu skólar það bara. Og hvernig er þú með sápu? Bara svona 3. skipti. Notar það gel? Ég notar vax. Hvernig vax? Bara, þú veist, vax. Ætli að taka þetta bara vax. Já, þú veist, ég kaupi bara. Þetta ekki með high quality. En málið það, eru þið samt að átta ykkur á því, þið megi aldrei þvo okkur hárið aftur, Egill. Þú þarft að vera með skraufa þurrt hár og setja aftur vax í það aftur og aftur. Þú mátt aldrei þvo það aftur. Það er ekki með það high quality product. Sko, Ríkard. Basically, þú fer í stólinn til Rafa. Það má ekki þvo það. Málið, þínu, að fyrir suma hendar vegan mjög vel. Og þeim líður vel að því. Hesnir ég að spyrja ykkur, ég veit elskar steik. Mér líður ekkert sérstaklega vel að þannig mataræði. Ég prófa það. En að mér líður best á Ráfæði. Já, bara borða mikið að naut og eggjum og þannig að ég ætla að aldrei þvó mér hárið aftur. Ég held að hárið þvó þessi sjálf líka. Nei, ég gerir það ekki. Það byrjar að því, það lítur að vera. Við erum alveg þróuð, þetta er þróað fólk sko. En máli, við erum alltaf með hár. Held ekki liðið sem ekki með hár sko. Já, ég tek hár líka. Herðu, þá að síðasta, hvort myndir frekar lappin á foreldra þína í miðju samlífi ef að foreldra þínir lappin á þig í miðju samlífi? Ríkard, ég var að fá snapp frá mömmu. Ég sá það. Fyrir ángríns 5 sekundum, þar sem hún skrifaði ha, hvað er að ykkur, ég er að hlusta. Sendi mamma, með snapp. Mamma er á Snapchat. Hún sendi mér þetta eftir síðustu könnun hjá þér með sleikin. Nú er þetta aftur komið með þetta. Já. Hefur þú lendið í þessu, Riki? Hefur þú lappað inn á foreldræðina? Nei. Sem betur fer. En það var þau lappað inn á þig? Nei, sem betur fer. Málega er Riki, I call bullshit. Ég held það líka. Sko, 2008 samlífs Riki. Ég get lofað því að það var lappað inn á þetta. Nú er þetta ekki umræðinni. Nú er ég að spyrja ykkur. Þú var svakalegu 2008 sko. Hvað ætlið þið að gera? En segi útskiptu fyrir einu sinni. Steinþór, mammaðinn og pappi kom inn á þig og Sigrúni eða þú ferð inn á Steinþór og mömmuðina? Ég held að sé töluvert betra að þau lappi inn á mig. Já, er málega sem Steinþór. Má ég velta Steinu minna? Já. Sko, hvað ertu að gera? Ertu uppi fataskápin, þú veist, í standardi 69, eru þið í trúbónum undir sæng? Já, sko. Ég er að velta svolítið fyrir hvað er að gera? Já, ég meina, þú veist, það er ekkit bara, er þið ekki bara frekar svona basic? Það er ekkit bara... Það er búið bara í samlífi, ég ætla ekki að segja mér. Maður er ekkit í miðjum tepoka þarna. Ég bara ætla ekki að koma með það. Ég ætla bara ekki að koma með það. Þú er bara í samlífi, Steinþór. Já, hvernig sér þú þetta fyrir það? Ég ætla ekki að segja það. Nei, menn ef pappið myndi lappin og mamma myndi lappin, væri þú að dýfa pungsanum upp í konuna? Herru, þetta er komið gott. Og eitt túnmjúkur í FM 95 Blö. Upplifðu aðventustemninguna í Kringlunni á laugardaginn. Skoppa og skrítla koma í heimsókn og tendra ljósin á jólatrénu. Fallegur jólasöngur og mögulega nokkrir jólasveinar á ferli. Velkomin í hlýjuna. Kringlan af öllu hjarta. Komdu í Heima og fáðu 10-falt gagnamagn með farsíma áskriftinni. Fáðu allt í einum pakka fyrir heimilið og bættu við þið bætum í leiðinni. Vodafone. Á að skipta út gólfefninu fyrir jól. Það er 25% afsláttur af öllu parketti og öllum flísum í Bíkó. Vildapuntasafnarar í vinahópi Ólís fá 4-falda vildarpunta Icelandair hjá Ólís og OB dagana 30. nóvember til 2. desember. Heppnir vinahópsmeðlimir sem einnig eru félagar í Icelandair Sagaklöpp geta auk þess átt möguleika á að vinna annarkvort flugferð fyrir 2 til Bandaríkjana með Icelandair á Saga Premium eða 50.000 vildarpunta Icelandair. Komdu í vinahópin á ólís.is og höfum gaman af þessu. Gefðu góða gjöf. Geitlænskórnir, leiðrétta og bæta göngulag. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Við fögnum eins ás afmæli með helgarsprengju til sunnudags. 20-60% afsláttur. Margt og mikið Holtasmára. margtogmikið.is. Opnum á morgun, laugardaginn 1. des, nýja bónusverslun í Skeifun 11. Fjöldi opnunartilboða, verið velkomin, starfsfólk bónus. Þegar náttúran kallar, er hún ekki að kalla eftir blauturkum.
Klósettið er ekki ruslafata. Veitur. Upplifðu aðventustemninguna í Kringlunni á laugardaginn. Vinkonurnar skoppa á skrítla koma í heimsókn og tendra ljósin á jólatrénu. Fallegur jólasöngur og mögulega nokkrir jólasveinar á ferli. Velkomin í hlýjuna. Kringlan af öllu hjarta. Hó, hó, hó. Skál fyrir þér. Víking léttöl. Bíber og bottrasa í Bretlandi eftir Harald F. Gíslason. Stórskemmtileg og hörkuspennandi saga fríska krakka sem láta ekki smáatriðin vefjast fyrir sér. Bjartur. Hefur þú smakað nýja heitreikta laxinn frá Norðanfiski? Vörur Norðanfisks fást í bónus. Allar pítsur á matseðli á 10 ára gömlu verði. Pantaðu með appinu. Eldsmiðjan. Dísan á Aqua er vistvænt gólfefni sem hentar á öll rými. Það verður eitthvað fyrir alla á Stöð 2 í desember. Ógeðslega gaman að vera! Vandað íslensk sjónvarpsefni. Við ætlum bara að byrja þetta núna. Tíminn í gang. Erlendar stórmyndir, klassískar jólamyndir. Ho, ho, ho! Merry Christmas, Clark! Fjölbreytt barnaefni og Harry Potter veisla alla laugardaga. You're the chosen one, Harry. Tryggður áskrift á stöð2.is fyrir aðeins 6.990 krónur á mánuði. You guys give up or you're thirsty for more? FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. FM 957. Það held ég, elsku vinir. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi, Rikki og Egill með ykkur. Við erum í feeling, við erum í stuði og ég er að tala hratt af því við erum svo mikið eftir og það er svo lítil tími. Það er alltaf að gerast hérna, Ríkarður. Ríkharður, hendur Ríkharð. Já, ég rugglast alltaf á þessu. Kallaði alltaf Ríkarður. Ríkharður væri betra en Ríkharð. Hvor er algengara, Ríkarð eða Ríkarður? En málega, Richard er beinþýðing Ríkharð. Richard? Málega að segja það, já. Það hljómar smá bara eins og retard. En nafni mitt sem ég skilur í það kemur frá hollensku nafni sem heitir Rijkaard. Það er svoleiðis. Já. Hver? Frank Rijkaard til dæmis. Þetta skilur í höfuð á Frank Rijkaard? Jafnlaði móðin einhvern hollendinga. Herðu, hvað ert að fara í Steindi? Hvað spurður hann af það? Ég er bara að velta fyrir mig hvernig það Rijkaard er komið. Hann þarf stundi bara að fá pásu. Herðu, snakar, ég ætla að henda ykkur í fyrsta skipti á ævinni í hvori nettari. Elska það. Málið það, Egill, hann er mjög nettur. Takk. Hann er vöðvamikill og svona hefur alltaf einhvern megin gefið það út sjálfur að hann sé nettur. Takk fyrir mér, Steinþór. Richard, aftur á móti, er búin að vera að koma mjög sterkur inn. Hlutabréfin hafa hækkað hratt í honum. Hlutabréfin séu 500% upp á okkur 2 mánuðum. Allavega, í það minnsta. Og við erum að tala hvíta gallabuxur, bimminn, hot right now. Og bara einhvern veginn það svona rignir yfir seglum. Hann er nettast vinur minn. Já, líklega byrjar að jæjóðu upp. Hann er á jæjó, það er staðfest. Nei. Þannig að þú ert einhvern veginn í bullandi sókn. Steinþór, hvert að fara? Ég ætla að henda ykkur í hvori nettari. Það er svolítalegur af Richard. Þetta er eitthvað erfiðasti dagsskóliðin history of radio. Já, og málið það stafgar. Núna, það er ekki hægt að rökra þetta neitt. Ég veit, þetta er hraðspurningar. Og komdu bara með þetta og shut your horn mouth. Og fyrsta sem ykkur dettur í og ég kasta boltan mig við hvora að svara undan og við erum í saminningu að dæma hvort er nettara svar. Ok. Herðu, nefnum að henda betta undir. Hvað betta? Ég var alveg til í bara Mr. Selfridge. Nei. Jú, hann er augljósar. Já. Það er hendi hann. Leður maður með. Akkur erum við ekki með augljósar í dag. Ég hefði fárlega hvað ég saknaði það. Herðu, ok. Eru þið klárir í þetta? Já. Ok, maður lækka aðeins undar. Ég fyrir óvart að tala einhvern með öðru sem með hann. Það kemur til ykkar eldgamall skarfur sem er ángandi af pissulykt og rúbrauðslykt. Réttir ykkur svona spaðan, tekur í hendina á okkur og segist vera blóðfaðir ykkar. Hinn raunverulegi faðir. Í hvaða nettu línu hendið þá í? Það er eitthvað mest að fucking Richard Kaftbæðis og Byrjum á þér. sko. Því lík sekk og shit dagsskólið sem þetta er. En, getur sagt einu svona. Það kemur Komdu bara til með eitthvað nettarnir ekki. eldgamall skarfur sem er ángandi af pissufílu og saltfisk.
Var ekki rúbröð á hana? Ég er ekkert með ennilega spurningar sko Réttir ykkur spaðan og tekur í hendina á okkur og segist vera blóðfæður ykkar Richard, ég er pabbi Þetta er álveru pabbi Richard Hann er viðbjóður sem maður Viðbjóður, þú horfir á Hvað er að nettast þess að geta hendi í? Já, nú skil ég ímislegt Vá Shit Já, Steinþór, ef ég myndi lendi þessar aðstöð ég var að hitta með álveru pappa og Einar, faðir minn Bleiksmiður Væri ekki pabbi minn, sem væri weird þá myndi ég bara rífa hann að mann upp hendur hann í sturtu legg inn á hann 5 stórar og rífa hann í gang Er það línan það? Hafa verið að byggja línu ekki setja það í stundu heimska gert Nei, málið það þetta má líka alveg vera eitthvað svona move Hann var bara að taka, hann ætlaði að hann myndi styrta Ég ætla ekki að hafa pappa liggja út á götu Þú varst að segja Steinþór hvað nettur línu myndir að hendi í Já, ok, hann máliði það Þetta var það nett að hann er að fara að fá stig Hann myndi taka hann að gæja upp Sturtan og hendinn á hann 5 kúlur Rikki, þú verður að vera að gera það núna í þessu leikinu Sem dagskrárstjóri stöðurinnar þá er þessi liður bara þetta er eitt síðaskitt sem þessi liður er Hörru, hörru næsta Þið farið í glæsilegt gufubað Þeir eru allsbyrrir og sjáuð ekki handi eitthvað skil vegna þess að það er svo mikil gufa hann inni Þið leggist á annan mann og tillatni snertast Klessast saman Gufan á milli ykkar hverfur og þú horfir beint í augun á manninum Í hvað geggjuð nettu línu hendur í þá? Richard Rekast perinsandi saman Eru klestir saman á meðan þú segir þetta Það gæti þetta mögulega gerst Steinþór Já Út af því að sko bumburnar fara miklu fyrir saman en limirnir það ekki Já, þetta er bara 2 grann í gæðir þú ert bara að segja maður Nefnum þetta er 2 alveg helt skapnir sko Já, ég meina Basically með að þráða Stífan líka sko sem er mjög sérstætt í gufubæðir Það var eitthvað óþægilegt moment sko Pointið er þetta, það eru 2 tillar að klessa saman þetta sko Þeir þurfa að vera með Stífan Þetta er ekki hægt með að séu með Stífan Ok, þið farið í gufubað farið óvart í stampinu Ok, ég rekst þarna bara svona ups, hörðu Nei, og stendur Hvað er í gangi hér? Nei, þú stendur sko svona við tippin snertast á meðan þú ert að segja þessa línu sko Hvert erum við komnir? Í hvað netta Við erum í dagskólinu hver er nettar Richard Hver á að byrja? Og það er 1-0 fyrir Akli sko Ég er að pakka það saman Richard, þú mátt byrja Ég held að ég væri stór Wow Ha Ég held að ég var að stór Þetta er geggjulína Kom þú að gera Já, gefðu nú bara punkt, ég gef ekki breykið þetta Er 1-1 Ég held að ég var að stór Ok, það er 1-1 Konan ykkar kemur að ykkur þar sem þið eru að fytla við fermingabróðurinn inn í stofu hábjartan dag Rikki hefur lent í þessu, næsta spurning Þið sjáu hana og stillið á gólfstöðuna Þetta er ósangjant, hann hefur lent í þessu Í hvað nettu línu hendið þá í? Að ég segja hvað línu myndi hendi í Steinþór, þessi liður eru aldrei aftur í þáttunum Við erum að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 Við erum hér í dundrandi gýr Við erum hálftíma eftir félagallir Þetta var Sigala og Paloma Faith lag sem heitir Lullaby og Egil, þú átt næsta lið en það er ekki skráð hvaða liður það er Nei Richard, það er því ég er með 9. dagskóla í dag sem heitir Samlíf í Hollywood Wow, Ég væri til í hvað er þessu, headphone mér væri til í að hafa trailer fyrir þennan dagskólið ég er spáð að hafa þetta að bara ekki í dag, þetta er bara dagskóliður út af því ég var að gera research það er mikið af svona að mikið í gangi í Hollywood þegar að tökur á bíómyndum sem við vitum ekki við heyrum bara heita það slúrið Sko það verður að skamma Richard hérna, ég verði ekki fram í ekkert, ég var að fá þetta hérna í skilabóðum á Instagram ekkert eðlilega þreytt þegar kleinurhingurinn hendir alltaf í lag í miðjum dagskálið taka takkana af honum 15 upprópunamerki Segir að kleinurhingja röstlið eða kleinurhingurinn En maður spyrja, hver er þetta? Þetta er það Crazy fan Þetta er Jóhann Jóhann, ok, frábært Sko, ég er með dagskólið sem er Samlíf í Hollywood sem fólk vissi ekki af og því ég nefnir ekki að koma með eitthvað samlíf sem allir vissi af það vita allir að Slæðist Stallone stundaði samlíf með Sharon Stone í Specialist það er eitthvað sem allir vita Það er alltaf bíómynd Það er bíómynd Það er ekki frétt, ég veit S-Wipe, ég er að tala í tökum annarkot þáttum eða bíómynd Það var leikrit Vel að skýt sama En ég er bara ekki með leikrit þetta Ég er núna með sjónvarpsþætti og bíómyndir og það sem ég er að segja fólki er rétt Ég er ekki að segja eitthvað
einhverja stundar samlíf og það er horse manure. Þetta gerðist. Hann ætlaði að byrja með hann að móla. Ertu að tala alvöru samlíf? Já. Þú ert ekki að tala að þið leku saman í bíómynd? Í miðjum tökum. Þetta er svo þú er að leika með vöðingjanum í bíómynd. Þeir myndir fara í alvörunni. Sér myndir leikstjórinn segja, já, hörru, cut. Þú myndir renna inn í mig í pásunni. Skiljið þetta ekki? Bitu, ok, nú ætlum ég að segja Segjum bara til þeim að Sharon Stone og Sly Stallone væri bara í kynlífsatriði í beigjumynd sem þeir að leiki Nei, ég ekki tala, þau voru ekki stundar mög í miðri senu milli þess að það eru senur þá eru þau hjólísinu sínu Já, ég skil ekki í samlífi Já, ég skil ekki Þetta sést ástarævintýri í tökum Ég skil það Okay. Í svartar og leik, þá var fólki í ástaræfinturum ég spottaði það alveg Ég er ekki að klaga, en það var þannig ég hafa það kannski samlífi Hollywood, telst það með það? Já, eða ekki? Já, sjálfsög Ég ætla að skúpaði næst, allavega áframgak Einn móli fyrir aðdáendur Beverly Hills Hver man ekki eftir þetta hit TV show Beverly Hills 90210 Gekkja þetta Sko ég er ekki að tala um nýju seríuna heldur the original Já, bara þú veist Dylan og Brandon og allir Það var mikið Kelly Já, þið horfðu á þetta Það var mikið drama í þáttunum Allir jafnblanda alla og gott drama Nei, sko, var það ekki meira í Melrose Place? Var ekki, Beverly Hills var meira bara svona Beverly Hills nérist samlíf og samskipti kynjana, sko Já, en það var ekkit gengið allar leiðar En málið er með sem fólk veit ekki með Beverly Hills er að það virðist að vera mikið off-screen jafl Tori Spelling sem leik Dana stundaði samlíf með Brian Austin Green sem leik David Vissuðu þetta? Þau voru að leika kærustu bara í þáttunum En stunduðu samlíf milli þess sem að tökur voru Egill, þetta er ekkit news flash Þau voru saman í nokkur ár, sko Nei, býttu þú bara rólur Það var kærustu bara, sko Það sem ég er að segja við þig og sem tengist inn í þetta slúður er að eins og þú veist að Megan Fox er með Brian Austin Green David og þetta slúður mun tvinnast inn í annars slúður býtu rólur Shannon Doherty eða Brenda í Beverly Hills stundaði samlíf með Jason Presley Brandon Walsh í Beverly Hills En veitu, þau voru sískin í þáttunum Já Þetta er allt saman orðið mjög óþægilegt og það er mjög óþægilegt líka bara hvað ég man vel eftir Og það virðist vera að þegar var slögt á kamerum þá hafi bara verið ein stór svona samlífsveisla hana í Beverly Hills Nema hvað? Eini leikarin Steve sem fekk ekki samlíf var Steve Þessu þreytt er það Ég gæti kalla þetta fyrir Steindi var búin að kalla þetta Vöðvíkin er eitthvað harðast Steve maður sem þið finnur Já, ég líka Steve er geggjað Það er ekkert að gera Nei, Steve er svona Kartan í Melrose Place, skilju Kartan í Neighbours, skilju Það er bara Steve Já, ég meina, Steve var alltaf í toppstandi og með svona krullur og flottur og það leikstjóri sagði cut og allir fór í samlíf og hann er bara ekki með útgeislun sem nær, sko Hann er ekkert sjarmerandi Þetta kom ekkert óvart En það hefur svo komið ljós að Channing Tatum sem er endar ekkert eðlilega huggulegur er líka ekkert eðlilega graður Veitu, í hverju leik hann? Í Melrose Place eða? Nei, ég er komin úr Melrose Place Ég var ekki svona, ég var í Beverly Hills Ég veit það Ég er mikið stífmaður Ég er komin í næsta móla Channing Tatum sem er líklega, ég segi top 3 huggulegasti maður á lífi í dag Nefniði 2 huggulegri menn en Channing Tatum Ég býð, ég skal hingra Fyrir utan Rúrik Haltu bara áfram Við erum bara feskir, sko Þegar hann var að taka upp She's the Man með Amanda Bynes stunduðu þau samlíf við hvert einasta tækifæri sem datt inn Hvernig veistu þetta? Ég gerði research, Richard Hvaða kona er þetta? Ég mæti hérna tilbúin Í hverju leikum? Þú veist ég verktakatróður, mæti ég tilbúin Ég hef séð þessa mynd, sko Googlaði bara Amanda Bynes Sástu ekki þessa mynd? Jó, ég sá hana Hvað er hún Hún var góð í, hún var fótboltakona í myndinni Stundar að samlega með sjálfuður í myndinni Hvað heitir hún? Amanda Knox? Amanda Bynes En málega er ég skildi það fullkomlega Því ef ég geti stundar samlega með Channing Tatum þá myndi ég gera 3-4 sinum á dag Ef það væri búið Hann nefndi ekki Amanda Bynes, hann nefndi Channing Tatum Góðu gestir Það byrju, hefur séð hann? Þú ert bara, Egill, þú verður bara að fara að láta laga þig, sko Ok, hefur séð hann? Já, hann hefur séð hann Ég hef séð hann, já En slúðu sem ekki margir vita og tengist móla nummer 1 Megan Fox og Shia LaBeouf tók upp Transformers sem er líklega eitthvað besta mynd sem ég æfinni séð Nema hvað? Besta mynd sem við séð, Transformers Var það ekki geggjumynd? Það kom sko rúðupiss þegar bílinn grét Bara geggjumynd Nema hvað að Megan Fox girti niður Shia LaBeouf í þeirri mynd og ég velti fyrir mér var það til að hefna fyrir það að David eða Brian Austin Green stundaði mög með Tori Spelling í Beverly Hills
Ég veit það ekki, hvað finnst ykkur? Var það ekki þannig, var ekki Beverly Hills löngu búið þarna eða? Varst þú ekki að spá í því, Richard? Pítu, það er þessi hérna, já. Þú veist, Beverly Hills klárast 1999, sko. Já, þú veist, í hverju er ég? Transformers er tekin upp 2007, sko. Já, en var hann að 8 árum eftir? En ég er að velta fyrir mér, Richard, út af því að, sko, Megan Fox hefði sagt við hann, hvað þú að stunda samlíf með þessari helvítis Tori Spellinganna í Beverly Hills? Já, þá ætlum ég bara að hefna mín á þeim 8 árum. Akkur varst ekki bara að leika, þess að átt að gera hann að leikar á ruslið þitt. Hvað, þá ætlum ég bara að hefna mín 8 árum seinna? Hún hugsa, hörru, ég er með Sælaböð, ég geti bara neyrum hann. Æ, Egill, hann svaf hjá Megan Fox. Þetta er lélegasti liður sem ég heyrt. Akkur? Þetta er samlíf sem 99% íslu hvað ekki hugmynd Guð mig góður. Og þetta er dagskurlega sem ég get ekki beðið eftir að næst, því að samlífi í Hollywood er here to stay. En áður en Rikki hann er komið puttan á takkan. Nú vil ég, í staðið fyrir að býða með stjæralægið sem þjóðin var byggðum á Twitter, í staðið að spilaði 5-6 eins og the piece of shit sem þú ert, hvað með spilaði bara núna 20 myndir í, hann að fá að njóta sína þess. Ég ætla bara að spila það núna. Og ég ætla bara að koma í kynningu. Og einregla, ég veit að þú munt vilja stilla þessu 2 myndir. Og klárar það, lofaði því. Þetta eru 3:48. Lofaði því. En hvað kallaði hann? Piece of shit? Lofaði því, Richard. Skal klára þetta. Hei, alltaf klára það. Og ég ætla bara að þeir sem eru ekki hrifnir af stjærlögum, þetta er í harðari kantinum. Þetta heitir The Realm. Something for your mind, your body. Something for your mind. Something for your mind, your body, and your soul, and your soul, and your soul, and your soul. Something for your mind, something for your mind, your body, something for your mind, something for your mind, your body, something for your mind, something for your mind, your body, something for your mind, something for your mind, your body. The ultimate seduction. Nú verð ég bara að stoppa þetta. Þetta er rosalegasta lag. Ég verð bara að stoppa þetta sem ég hef heyrst á ævi minni. Þú lofar að klára. Ég sagði að ég myndi spila harðasta teknolega sögu F957. Þú sagðir já. Þjóðin kaus þetta, Richard. Nú ætlum ég bara að stoppa þetta. Miður. Þetta verður ekki mikið harðara, en ég held að þjóðin sé, þetta er smá, þetta lífgarans upp á þetta jóla ógeð sem býður upp á þetta. Herru, við ætlum að fara í auglýsingar og svo er það spurningakeppni næst. Upplifðu aðventustemninguna í Kringlunni á laugardaginn. Vinkonurnar Skoppa og Skrýtla koma í heimsókn og tendra ljósin á jólatrénu. Fallegur jólasöngur og mögulega nokkrir jólasveinar á ferli. Velkomin í hlýjuna. Kringlan af öllu hjarta. Opnum á morgun, laugardaginn 1. des, nýja bónusverslun í Skeifun 11. Fjöldi opnunartilboða, verið velkomin, starfsfólk bónus. Það er komin vetur. Þú fær rúðuskufur, rúðuvökva og hálkusalt í Bíkó. Jólamarkaður netverslana 1. og 2. desember í Víkingsheimilinu. Kláraðu jólagjafirnar á einum stað. Yfir 70 netverslanir og frábær tilboð. Ekki missa af þessu. Karaoke. Bókaðu prívat karaoke herbyggið fyrir þig og hópinn þinn. The Irishman Pub er á Klappastíg. Hæ, þetta er Sara í Unique. Vantar þér ekki nýjan kjól í safnið?
Þú færð hann hjá okkur, Unique, Kringlunni og unique.is. Gefðu góða gjöf. Þráðlaust herðanutt með öflugum nuttausum og infrarauðum hita. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Komdu á óvart og gefðu ógleymanlega minningar í jólagjöf. Jólagjafabréf Norðurflugs ávísun á þyrlu útsýnisflug yfir Reykjavík og nágrenni með einni lendingu á fjallstind. Verð aðeins 20.900 krónur. Bókaðu þitt gjafabréf strax á norðurflug.is. Norðurflug. Þú finnur gjafirnar fyrir unglingana í gjafahandbók Smáralindar. Glæsileg jól. Smáralind. 5 staðir. Við fögnum eins ás afmæli með helgarsprengju til sunnudags. 20-60% afsláttur. Margt og mikið Holtasmára. margtogmikið.is. Frábært bragð og bara 1 gramm af sykri. One próteinstykki. Fitnesssport fyrir fólk eins og þig. Það opið til 1 alla daga og til 3 helgar. Biljartbarinn Faxafenni 12. Upplifðu aðventustemninguna í Kringlunni á laugardaginn. Skoppa og skrýtla koma í heimsókn og tendra ljósin á jólatrénu. Fallegur jólasöngur og mögulega nokkrir jólasveinar á ferli. Velkomin í hlýjuna. Kringlan af öllu hjarta. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. FM. Það held ég FM eins og sagt þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á föstu degi og það er 30. nóvember í dag. Við strákarnir hér í dundurgóðum gýr. Það er rétt 15 mínútur eftir á þættinum og Egill Einarsson, þú ert með spurningakeppnina. Eftir hana gæti ég fengið The Realm aftur. Nei, alls ekki. Er það þannig lagi sem að spila á hana? Já, The Realm. Þetta er ángríns. Ég held þetta sé svona í sögu. FM 957 spannar næstu í 30. Við erum 30 ára á næsta ára stendi og þetta er versta lag sem hefur verið spilað. Steindi fílaði það. Nei, hann gerði það ekki. Ég málega það sko, ég hafði lúmst gaman þessu ekki. Ég fílaði þetta ekki píuna sem var að öskri við lagi. Það var bara techno. Ég ville hafa clean techno. Clean techno. Bara það harðu. En Gilsari, hvað ætlar að bjóða upp á í spurningakeppninu í dag? King of being a writer. Wow. En þá spyr ég er ekki rithöfundur. Nei, það er tvillibita. Hvað kemur það málinu við? Þetta helst í hendur Richards. Já. Þannig að sko, ég held að sko Richard, ég held að þú munir geta skora ágætlega hátt í þessar kenni. Málega það, nú var ég að gefa út bók og þannig að ég hlýt að vera sigurstranglegri. Ég meina þú hlýtur að vera favorite allavega. Ég meina ég er þunnur í þokkabót. Já, þú varst fullur í gær. Þú fullur í gær ekki? Nei. Ok. Það er bara reyður samt, ég bara spurði það sko. Það reyðast að neys í þér. Já, ég meina hann er bara brjálaður. Þetta er King of being a writer. Aha. Og þetta er rosalega einfalt. Hver er the king? Það kemur í ljós. Ok. Fæ ég ekki sér trailer? Nei. Jólar ekki? Nei, takk. Það er sko, þú veist að tíminn eftir þættunum og við höfum eftir að gera helling. Takk kærlega fyrir það, Ríkharði. Sleppið því bara. Ertu með bók í jólabókaflóðinu í ár? Já. Boom. Kottum með stíð. Nei. Kottum með stíð. Af hverju ekki, Ríki? Ég var til að vinna einu keppni. Ég er ekki rithöfundur. Af hverju ekki breyta $1 í 2? Ég er að gera á öðrum stöðum, ekki í bókasölu. Steindór var ekki rithöfundur fyrir en bara þessu jól. Nú er hann rithöfundur. Hver veit hvað ég gera á næsta ári? Kannski skrifa ég bók um þig. Já, það er ekki ekki. Rikki þarf ekki hendi bók. Hlutabrifin eru bara það há fyrir. Steindór, þegið þú. Hvað? Ég er að hrósa þér þetta. Elskaru free cash? Já, sjálfsögðu. Free cash? Já, ég meina hver gerir það ekki? Ég myndi, ef ég myndi að labba frá hann á seðli myndi ég taka hann upp. Punktur á Richard og punktur á Stóð. Þið elskir báðir free cash. Hver gerir það ekki? Hver elskar það ekki? Rithöfundar elska free cash. Bara rithöfundar? Þeir elskar að fá millifæslu. Já, ok. Free cash. Ok. 2-1 fyrir Stóni. Ertu fyllibita? Sko, ég myndi nú ekki segja. Það er alltaf hræðilegt að maður þarf að hika við þetta. Já. Það er glatað. Skilgreindu þetta eins. Já. Hvenær ertu honum fyllibita? Hvenær þarftu að fara að aðtuga því mál bara? Sko, spurningin er basically þessi, ég útskynna þess. Ég er að spurja hvort þið séuð fyllibitur. Já, en þú veist. Já, ég veit að þú ert að skilgreina þetta eins. Já, það sem ég er að meina, ég skal rökstu þetta. Ég sett að tala um það hvort að þið séuð fyllibit. Hann að spyrja okkur sem alveg er fyllibit. Málið er það
við Gekkja Rikki skilgreining hjá Aklans. Já, hún er heldur góð þér Málega, við Rikki, við eigum það til að já, bara gera okkur góðan dag Kíkja út, fá okkur kannski fara út að borða eða Sammála því. Já, kíkja í gott partí eða Ef við ekki bara henda já báðir bara En sko málega er að Ég veit hvað þetta gerpir að fara við okkur í. En málega er það, eina er að Rikki, nú ætlum ég aðeins að nú þegar ég kasta það fyrir bílunni Rikki á það til að hafa sofnað út af áfengi fyrir miðnætti inn á klósettum á ókunnum stöðum Steinþór, það myndi ég segja að hann hafi vinningi. Steinþór, þú býr í Moselsbæ. Þú ert búin að vera fullur allt eitt líf sko. Áður nú varst ykkur rithöfundur og ykkur útasmæður, þá varst ykkur bara róni sko. Ángrís, þú varst að vinna á Flass 104,5 sko, varst bara róni sko. Já, ég sko Ertu að henda mér undir útuna? Sko, málega það Akkur bara stendur ekki með mér einu sinni bara í lífinu. Já. Og þetta gerpa hlæja þetta við liðna okkur. Sko Það gæti verið að við séum að fá báðið punktana. Já, ok, segir bara já. 2-1 við Steinþóri. Ertu vel yfir meðalagi graður? Ha? Yfir meðalagi. En betur hvernig tengist það? Það kemur það rithöfundum við. Það þeir eru frekar graður. Ég var ekki graður þegar ég var að skrifa þessa bók. Það er bara fact. Rithöfundir? Þú ert rithöfundur, ert þú yfir meðalagi graður eða? Hætt að snúa sig verið mér, Richard. Ég tala bara rithöfunda in general. Það er við þekkt. Það vita allir á Íslandi að rithöfundar eru flest allir graður. Nú er ég bara að heyra þetta algjörlega. Ég er nýr í stjættinu. Ok, Steinþór, þegar þú varst í prófum, þú varst í skóla fyrir ykkur 40 ára síðan. Tókstu einn og einn tristning á milli, varstu að lesa bækurnar? Æflaust, já. Já, okkurlega, það sem rithöfundur allan daginn hafa tölvuna að skrifa ykkur á bækur, sko. Ég geti viðkjönd það, ég má getast náttúru. Hvað meinur þau? Náttúru? Hvað áttu við? Já, bara svona Varst að segja, Ríkard, að þú væri mjög graður? Nei, ég sagði, þú varst að spyrja um yfir meðalgrein Yfir meðalægi Þú varst að henda í það bara í veitna og væri með mikla og góða náttúru. Nei, ég sagði ég væri með ágætis náttúru. Ég sagði aldrei mikla. Nei, þú sagði þú væri með fárlega mikla og góða náttúru. Nei, ég sagði það ekki Og virka náttúru. Nei, ég sagði það ekki. Getum við fengið næstu spurningu. Þetta er óþægilega sem lendi. Það sem Richard hefur hendi dick pic nýlega, það hlýtur hann að taka stíðana. Það hendi liðmynd. Já. En það var samt bara félaga sinn. Já, það tengdist kannski ekki. Herru, hvernig er staðan? Hvað er langt eftir að þessu? Það er 2-2. Það er 3-2 fyrir. Nei, akkur fekk ég stíðana? Þú ert við meðalagi graður. Nei, akkur segir það? Út af því þú bara hreistir þig oft og Hvað er að gerast þetta? Nú þarf það að vera að lemja í borði. Nei, sko, Steinþór Ríkard Óskar, þú ert að taka honum. Steinþór, ég þekki, ég verð að gefa þig punkt, sko. Haltu bara áfram. Ok, það er 3-2. Ertu oft fullur á virkum dögum? Nei. Og fullur í gæstendi? Já, ég var með útgáfuparti á bókinni. Á 50 dagar í gæst? Já, ég var með útgáfuparti. Góða við eftir að ég byrja að vinna kl. 7 á mótnana, þá er það bara ekki bóði. Það er svoleiðis? Steindi En alltaf að gefa punkt að því ég var í partí í gær. Besti vinur Blöndal og sá maður elskar ekkert meira en að helli sem á virkundegi, sko. Já. Þannig að ég, vill ekki vera bara, vill ekki koma bara til þess að klæddur, vera completely honest hérna. Ég ætla að spyrja einhvern veginn, ertu oft fullur á virkundugum, já eða nei? Það kemur fyrir, jú. Punktur á Steinþór. Rikki, ekki af lögulegur, það var að pakka það saman. Og verður að fara að rífa þig í gang. Hvað er mikið eftir þessu? Það er slatt eftir, og þú ert alltaf að spyrja mig, má ég bara klára þetta? Hefur verið mökkaður á ölstofunni? Nei. Já, ég hef gert það. Sko, þetta er mesta niðurlæðing in the history of radio. Ég hef aldrei séð svona. Þetta er sjokker. Ég er 33 ára gamall. Ég er alltaf búin að kíkja á ýmsa pubba í gegnum tíma. Ekki Richard? Nei, ekki Richard. Ok, nú er ekki, þú þarf punkt núna. Þannig ég mæli mig og svari já núna. Myndirðu kvarta yfir því að frá jólajafl frá Togga Þráins? Já, ég myndi gera það. Kvarta yfir því? Er ekki, þú getur náðið í þægilega punkt, sko. Þetta er Þorglum með Þráinsson, mest sexy gæði sem Íslendingar eigum. Og hvað, ég segi bara já eða? Já, það er punkt, já. Nei, ég er bara feskur. Það eru líka tvei valsarar. Já, ok. Þessna segi, nei. Steindór, var þú til í jólajafl frá Þorglum með Þráinssoni? Ég bara, alls ekki, sko. Herru, ég hef held í myndu báðu á punktana. Þegar þú skoðar fjölmiðla yfir kaffibótlan á mótnana, reynur að finna eitthvað til að töði yfir.
Nei Ég geti miður ekki gefið ykkur punkt á þarna drengir. Það er 5-2. Þetta er að vera búið. Með 3 spurningar. 3? Ein eftir. Ég verð ekki verið reiður í spila þess að hérna. Hoppið var hana. Hristuðu oftar en 3 í viku. Herru. Já. Það held ég, það er komið að lokum hjá okkur í dag. FM 95 Blu hefur verið á dagskrá frá því klukkan 4 í dag. Strákar, það er búið að vera sannur heiður að fá að vera með ykkur hérna síðustu 2 vikur. Sömuleiðis, elsku. Verður þú ekki með okkur næsta föstudag, Richard? Herðu, Blöð er að koma heim í nótt og hann verður ferskur hérna næsta föstudag. Hvað er Blöð segið ég spila The Realm næsta föstudag? Ég held hann segi nei á það. Já, ég held að ég lítið séns. Það er bara þannig. Hvað ætlaði að gera helgina, strákar? Herru, ég er að árita alla helgina. Ég er í Kringluna morgun kl. 3 að árita bókina mína. Ég ætla að plugga þig, nei ekki? Já. Ég ætla að hvetja alla landsmenn til að koma og kíkja á mig. Ég verði í Kringluna morgun kl. 3 og svo verði ég í Hagkaup Smáralind á sunnudaginn kl. 3:30. Viltu líka fá gæjan sem hangið yfir allan tíman alltaf að spyrja spurninga? Málið það, ég er að fara að vera í Hagkaup á morgun kl. 3. Ég vil fá sem flest alltaf að koma og hanga með mér, bara chilla með mér. Ok, I like that. Absolutely. En svo sunnudaginn fyrir þá sem komast ekki á morgun. Já, þá er ég í Smáralind kl. 3:30. Ég ætla að byrja þjóðina. Ég og Steinþór, og ég hef búin að lofa, ég ætla að plugga fyrir því bókinni svo verður best-selling author eins og Vöðingin. Þannig að við ætlum að fara fram og taka pluggmynd af mér og þér með bókinniðinni sem selur allavega svona 4 copies. Hvað ertu með mörg copies? 8 copies? Hvað svo leiðis? Það er að selja þetta allt upp. Við ætlum að taka mynd og við ætlum að byrja fólk að fara í Instagram eftir. En það er nefnilega gallinn sko. Ég er ekki viss hvort að sé, ég veit ekki nákvæmlega the copies og ég held að sé ekki það mikið sem er smá skellur. Þannig að hún gæti actually selst upp snemma. Það skeistu. Frekar samt og mikið og lítið. Ég veit það, en fólk verður bara að drífa sér að kaupa. Við ætlum að taka pluggmynd, setja á Instagram og byrja þjóðunum að sína stöðning. Gilsæti, hvernig er helgin hjá þér? Hörðu, ég var jólahlaðbari fös og lau í síðustu helgi, ég er ennþá að jafna mig, þannig að ég ætla bara að gera ekki neitt. Það er lagi, ég ætla að horfa á enska boltan, ég ætla að vinna og ég ætla að borða mikið að nautakjöti. Já, það er svoleiðis. Hvað eru að fara að gera? Hvað er þú að gera? Þú að taka vafa saman myndi? Richard. Hörru, það er rólegt í kvöld. Ég ætla aðeins að laga tréð hjá mér í kvöld, jólatréð. Jésús, hvað er að því? Varst að setja upp fyrir 2 vikur síðan, hvað er að því? Nei, ég setja upp fyrir 2 dögum. Laga tréð. Ég þarf að jólaskreitingarnar eða semst kúlurnar á trénu, það er matts ekki alveg í lit. Ok, varst að gera eitthvað óviðandi við tréð? Nei, húst, ég sett mikið að rauðum kúlum uppi og grænu kúlum niður. Ég þarf að blanda þess aðeins með. Ertu eitthvað fucking geðveikur? Ætlar að eyða öllu kvöldinu í það? Ríkar, það er eitthvað aðeir. Akkur? Mín persónulega skoðun, vil ekki vel eðlur, það er eitthvað aðeir. Þú ætlar bara heim núna að rearrange kúlunum því að það eru ómarga rauðar uppi eða niðri? Uppi. Jésús Kristur. Er eitthvað sálfræði menntar að hlusta sem væri til að taka Richard í Lazy Boyin og aðeins að komast að fyrir mig persónulega hvað er að honum og fá sálfræðingi næsta föstudag með greiningu. Hversu gott radio væri það? Akkur ferði ekki bara, Rikki, í bíó eða eitthvað eins og eðlileg menn gera? Varst aldrei faðmar á jólasveitinu og slítill eða varst alltaf að hrinti jólasveitinu þér og fórstu í Smáralind? Var eitthvað jólasveit sem fytlaði við þér? Herru, FM 95 Blu lokið göngu sinni þennan föstudag. Hann verður aftur á næsta föstudag. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Mæli með bara að kaupa bókina Steinþórs. Klárt. The Irishman Pub tekur á móti öllum hópum alltaf 200 manns. Gerum flott tilboð fyrir alla hópa. The Irishman Pub er á Klappastíg. Warner Brothers kynna Creed 2. Mögnu mynd með þeim Sylvester Stallone og Michael B. Jordan. Mynd sem þú mátt ekki missa af í bíó. My son will break your boy. Creed 2 komin í bíó. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Á Stjörnutorgi Kringlunar geta allir í fjölskyldunni fundið veitinga við sitt hæfi og borðað saman á einum stað. Kringlan af öllu hjarta.